Komiði sæl og velkomin í landsbyggðir. Gestur þáttarins að þessu sinni Gunnar Gíslason sem oddviti Sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórn Akureyrar. Vertu velkomin. Takk fyrir. Gunnar, íbúum Akureyrar þeim fjölgar hægt þessi misserinn eitthvað 0,5% á þessu ári á meðal landsmeðaltalið 2%. Þetta svona námundan nokkuð. Hvað segir þetta okkur? Þetta bara verulegt áhyggjuefni og segir okkur kannski það sem að komum fram á bæjarstjórnarfundi hérna daginn. Okkur hefur mistekist að markaðssetja bæinn með einhverjum hætti og við erum að horfa til þess núna að það frekar að fjölga íbúum hérna í nágrannasveitarfélögunum og fólk að byggja þar. Ég vil meina það að hluti af skýringunni liggi í því að við pössuðum ekki upp á það að vera með næg leikskóla rými hérna síðustu 2 árin. Og það alveg útilokað að fara í umræðu við fjölmiðla og segja það útfafið að þessi rými séu bara ekki til og það sé ekki þetta að gera og þar með ertu búin að gefa í raun og veru bara boltan upp að fólk sér kannski engan tilgangi að vera að flytja hérna að það hefur ekki rými fyrir börnin sín á leikskóla meðan það að vinna. Fyrir svo utan það að það ekki langt að sækja vinna hérna á Akureyri þó þú búir hérna fram á Hrafnagili eða út á Sólbaðsströnd eða hérna handan Lækjar í Hörgársveit. Það var lokað leikskólum ef ég man rétt á síðasta kjörtímabili. Voru það stóru mistökin? Það voru mistök kannski að horfa ekki svona betur til framtíðar hvað það varðar. Það var líka annað sem gerði á þessum svipuðum tíma. Það var það að það fækkaði dálítið börnum á leikskólaaldri. Það ákveðið að loka leikskólan til að spara í rekstri. Á sama tíma líka verið að taka inn yngri börn, það farið að taka inn börn alveg niður í 15-16 mánuða, þarna 1 árið. Það gerir það að verkum að dagforeldrar missa mörg börn frá sér og þar með fækkar dagforeldrum. Svo næsta ár á eftir, þá eru færri dagforeldrar, það eru fleiri börn sem komin á leikskóla og fyrir vikið myndast þetta tómarúm sem að bara hreinlega búið til. Ef að menn á annar borð ætla að fækka leikskóla eða að fækka börnum hjá dagforeldrum og fara að taka inn yngri börn, þá átt að standa við það og bregðast við. Og það það lykilatriði og öll neikvæð umræðu svona mál, hún hefur bara afleiðingar til tíma. Akureyri tekur börnin á leikskóla eins og þú segir hérna 15 til 18 mánaða eitthvað svoleiðis, en í nágrannasveitarfélögum þar biðtíminn enn styttri, niður í 9 mánaða. Já, við erum að taka börn niður í 9 mánaða í Hrísey, bara sem dæmi. Það hluti af Akureyri, en það annað upp á teiningnum hér. Og þetta líka hitt sem hefur áhrif. Það voru náðast allir flokkar með þetta stefnuskrá í síðustu kosningum hér. Bara síðastliðið vor að það yrðu tekin inn börn frá 1 árs aldri og við reiknum með fæðingarorlofið yrði lengt í 12 mánuði og mér finnst þetta og við erum allavega í mínu flokki alveg samfærum það að þetta bara það sem við erum að stefna að og ef menn ætla að gera þetta þá þarf að fjölga rýmum hérna allhressilega. Þetta eru sirka svona 140-150 börn sem við þurfum þá rými fyrir. Það sirka 1 þokkalega stór leikskóli og þetta akkurat það sem við þurfum bara að ráðast í og leysa. En það stendur til að byggja? Það stendur til að byggja, en sá leikskóli hann að taka í raun og veru við hluta af börnum á Pálmholti. Það verið að leggja niður eldsta húsið á Pálmholti vegna þess að það ekki hægt að nýta það lengur, bara vegna aldurs og ástands, svona þegar lengra liður. Og þannig að við þurfum að byggja meira ef við ætlum að geta náð þessum árangri. Það alveg klart mál. Við höfum þá eftir að leysa 100 rými. Þetta sem sagt svona stóra ástæðan fyrir því að það fjölgar ekki eins hratt á Akureyri eins og landsmeðaltalið segir til Þetta örugglega samspil margra þátta. Það hefur fjölgað hérna frekar lítið undanfarin ár. Það var undantekning síðast ár, það var þokkaleg fjölgun síðast ári. En það sem við erum að horfa náttúrulega til hérna á Akureyri og kannski fyrir öllum, það spurningin atvinnu. Eru næg atvinnutækifæri hérna til lengdar? Ég segi nei. Við erum að horfa til þess að við getum í raun að vera ekki bætt hérna inn á svæðið til dæmis stórum fyrirtækjum sem að þurfa til dæmis mikið rafmagn. Við höfum bara ekki raforkuna hérna. Hugsanlega leysist það að hluta til
þegar að Hólasandslína 3 kemst í gagnið, það stendur til að það verði 2021, en það gæti tafist ef þetta fyrir kæruferli. Svo það hitt málið að það sem að ég hef nú verið að benda á, við höfum verið að benda á hérna nokkur, að það það að kannski liggja helstu tækifærin í ferðaþjónustunni. Svona, ef við erum að horfa til skamstíma, hversu hratt getum við byggt upp og fjölga atvinnutækifærum. Og þá komum við að flugvöllin, sem býsna stór þröskuldur hvað þetta varðar. Við eigum að geta hafið hérna millilandaflug reglulegt og það að byrja og þetta að hefjast, en það alveg, ég ætla bara að orða það þannig, það bara glötuð aðstæðan í flugstöðinni til að taka við vélum, auðvitað kannski 200 manna vélum og svo við að fá kannski 70 manna vél í innanlandsflugi ofan í þetta. Það bara alveg fráleitt að setja sinna þessa flugstöðinni eins og hún í dag. Það var stór fundur daginn með Isavia. Það svo sem ekki búið að gefa neitt út þannig lagað einhverja uppbyggingu. En hversu vongóður þú að það komi bráðum fréttir að verði flughlaðið verði klárað sem Akureyringar hafa mjög kallað eftir og aðflugsbúnaður? Sko, ég alveg sannfærður það að aðflugsbúnaðurinn verður komin í lag, þar að segja þessi ALS-búnaður. Hann mun koma inn núna á næsta ári, þannig að þær aðstæður mun nú batna mikið frá og með næsta hausti, hef ég trú á. Og ég ætla bara að trúa því að það verði, miðað við þau skilaboð sem við fengið frá ríkinu. Hins vegar horfi ég á flughlaði kannski með öðrum augum margir aðri vegna þess að ég segi flughlaði ekki sérmál Akureyringa. Flughlaðið öryggismál alls flugs á Íslandi og það alveg frálegt að menn skuli ekki velta því alvarlegar fyrir sér að koma þessu flughlaði upp bara sem öryggistæki. Það sem að við þurfum kannski númer 1, 2 og 3 að hugsa hérna á Akureyri gagnvart fjölgun ferðamanna með flugi og auknu millilandaflugi, það bara ný flugstöð eða það að segja viðbygging við þá flugstöð sem nú plús sá hluti flughlaðsins sem þarf til að nýta þá flugstöð og að geta fjölga þá kannski vélum hérna einhverju marki, en það ekki hagsmunamál Akureyringa per se að stækka flughlaðið í þá stærð sem það þarf að vera. Það bara öryggismál á Íslandi. Það þarf alveg örugglega að endurnýja eða byggja við nýja flugstöð þegar að samgöngu áætlun næstu ára flett. Maður þarf nú að fara ansi aftarlega minnstakosti það ekki til þess að finna nýja flugstöð eða finnst þú niður höfuð? Já, þú finnur þannig flughlaðið og flugstöðina á öðrum hlut, á þriðja hluta þar eftir 10 til 15 ár sem algjörlega fráleitt. Ég veit það að formaður bæjarráðs og bæjarstjóri fór að hitti til þess Bjarna Ben, fjármálaráðherra hérna daginn. Það vildi nú þannig til að ég og Þórhallur Jónsson, bæjarfulltrúi Sjálfstæðismanna, við fórum hittum Bjarna Ben hann sama dag og ræddum bara þessi mál aðeins við hann, vegna þess að hann heldur á hlutabréfinu hjá Isavia. Og við áttum bara mjög góðan fund með Bjarna og mér fannst hann ekkert allt og vel upplýstur stöðuna hérna, ég bara segja það. Ég geri mig vonir að það íti eitthvað við Isavia, en það sem við vitum líka það að menn alltaf að bíða eftir þessari svokölluðu eigandastefnu. Það að segja, Isavia á Keflavíkurflugvöll, Isavia hins vegar reka Akureyrarflugvöll og hina flugvöllina fyrir ríkið, fyrir fjármuni frá ríkinu. Og spurningin á ekki bara Isavia eiga alla millilandaflugvöllina og reka þá á sambærilegum grunni eins og Keflavík. Þá hugsanlegt að setja færa fjármuni á milli staða því alltaf borið við að sé ekki hægt að færa fjármuni frá Keflavík til Akureyrar að því að Isavia á ekki flugvöllin á Akureyri. En hvernig það fyrir sjálfstæðismanninn Gunnar Gíslason og oddvita flokksins í bænum að upplifa þetta að fjármálaráðherrann sjálfstæðisflokksins sem þá formaður flokksins, hann sé ekki nógu vel upplýstur, það gangi mjög hægt að fá fjármuni í þetta, sjálfstæðisflokkurinn í kjördæminu á manni í fjárlaganefnd og svona, þú hlýtur að vera bara grútspældur. Þetta náttúrulega mál sem búið að vera lengi á döfinni og auðvitað ég ekkert ánægður.
Og þetta sko eitt af því sem að við höfum verið að berjast fyrir núna mjög lengi, bæði það að það sé farið í flugvöllin hérna og það sé komið rafmagnin á svæðið. Og mér finnst þetta hvortveggja bara ganga mjög hægt. Og mér hefur nú bara sýnt svona heilt yfir að við getum öll verið frekar spæld vegna þess að það virðist vera alveg sama hver við stjórnvölin. Þetta bara gerist mjög hægt hérna út á landi. Og ég verð að segja það að mín upplifun svona bara heilt yfir svo að við á landsbyggðinni, við þurfum bara stöðugt að berjast bæði vel og býsna lengi fyrir þeim umbótum sem við viljum yfir höfuð fá. En dugar það í raun og veru að bæjarráð Akureyrar eða bæjarstjórnin, hún samþykki einhverja ályktun sem sendið í tölvupósti og spurningu hvort hún kemur þá fyrir augu og sjónir ráðherrans, þarf ekki bara að berja miklu fastar í borðið og ákveðnar? Það alveg hárrétt og ég held að það sé nákvæmlega það sem við þurfum að gera og þess vegna fór nú að stað þessi umræða hérna kannski það hvort að Akureyrar bara eftir að taka bara hann af öll yfir og gera bara samning við ríkið og reksturinn. Þú hefur lagt það til? Já, ég hef stungið upp á því og ég hef talað fyrir því að þetta sé skoðað. Það var margir hrokkið í kút og setti á að fara að nýta skattpeninga Akureyrarbæjar til að reka flugvöllin hérna. Nei, ég ekki að leggja það til. Ég að leggja það til að við gerum það bara samning við ríkið ákveðna hluti hérna, uppbyggingu af vellinum og reksturinn á honum alveg eins og Ísavia raun og verið að gera í dag. Við getum gert samning við Ísavia ákveðin tæknilegatrið og rekstramál þar. Við getum gert samning við ríkið það að við leggjum hugsanlega til eitthvað fjármagn í uppbyggingu á flugstöðinni ef að það hraðar þeirri uppbyggingu samkvæmt svokallari leiguleið alveg eins og við byggðum hérna lögmannslíð, öldrunarheimilið. Við erum ekkert að tapa á því en það samt sem áður erum við kannski að nota fjármuni þá í uppbyggingu út af flugvelli sem við þyrftum að nota í uppbyggingu hérna innanbæjar. En við erum líka að veltaði fyrir okkur sko við getum heldur ekki lifað við það að vera bara í status quo hérna, hvað var þar íbúa fjölgun. Við þurfum að fjölga hérna íbúum til að auka skattekjur til að geta staðið undir þeirri þjónustu sem við erum að veita. Og ef við þurfum að grípa til einhverja aðgerða til þess, þá verðum við að skoða það í alvöru. Mér finnst það bara pólitískt ábyrgðalaust að ætla að segja þetta kemur ekki til greina. Af því við erum ekki búin að skoða alla fleti í þessu. Akureyri mikill ferðamanna staður, eitt sá fjölsóttasti utan höfuðborgarsvæðisins. Það verið að byggja hótel eftir hótel í Mývatnssveit. Það ekkert verið að byggja á Akureyri. Nákvæmlega. Það til dæmis eitt af því sem okkur vantar svona eitthvað aðdráttarafl hérna fyrir utan þar sem að bærin í sjálfu sér. Menn hafa verið að benda á uppbyggingu Hlíðarfjalli þar sem dæmi ef að menn færu til dæmis í það og það verið að skoða það dæmi með einkaaðilum hvort að það sé mögulegt að fara þar í stórkostlega uppbyggingu. Það hafa verið nefnt hérna að Vaðlaböðin sem dæmi hérna handan Fjarðar sem geti verið einhvers konar stopp í stöðu aðdráttarafl fyrir utan annað sem í bænum En þetta alveg rétt. Ég átta mig heldur ekkert alveg á því af hverju til dæmis stóra hótelkeðjur byggja frekar hótel í Mývatnssveit heldur en hér. Það bara arðsemi væntanlega. Já, það hlýtur að vera. Það þá meiri líkur á að fá fólk til að stoppa Mývatni heldur en hérna. Og þetta eitthvað sem við verðum bara að fara að skoða betur. Við þurfum líka að skoða betur hvernig við getum nýtt okkur koma allra þessara ferðamanna sem koma með skemmtiferðaskipunum. Þar sé við þurfum að geta boðið þeim hugsanlega upp á einhvers konar afþreyingu sem skila tekjum inn í samfélagið. Annað þegar maður skoðar svona uppbyggingu strúktúrsins innan bæjarkerfisins, það engin atvinnumálafulltrúi á Akureyri. Nei, það ekki atvinnumálafulltrúi á Akureyri, hefur ekki verið sína Albertína hætti. Ég var reyndar mjög gagnrýninn á það að atvinnumálafulltrúi væri svona einn og sér og heyrði beint undir bæjarstjóra. Ég held þetta sé bara alltaf lítið, það einmenningsdeildir að bara gangi ekkert upp. Hann hafði verið inn á Akureyrarstofu, það virtist heldur ekki ganga nægilega vel. Þannig að það voru uppi pælingar það og eru í sjálfu sér enn og ég held að við þurfum bara að skoða það alvarlega að styrkja bara atvinnuþróunarfélagið
heilt yfir til þess að vinna þá meira af þessu málum. Þeir hafa verið að gera ágætis hluti á mörguleyti hingað til og það kannski ekkert verra að gera það. Hins vegar höfum við heldur ekkert verið allt of mikið í góðum tengslum við atvinnulífið bara yfir höfuð. Og mér vantar bara töluvert upp á það en ég hef heyrt hins vegar aðila innan kerfis í dag ræða það þurfa að bæta. Það þá sem sagt þannig að bæjarráð til dæmis eða einhverja aðrar nefndir á vegum bæjarins eða bæjarstjóri fari bara ekki eða sára sjaldan í heimsóknir til fyrirtækja og svona heyri í talsmönnum fyrirtækjana hljóðið? Ég hef ekki orðið mikið var við þannig. Og það bara galli, verulega galli. Mér finnst að við eigum að eiga samtöl hérna við fulltrúa atvinnurekandi og mismunandi greina bara hreinlega, reglulega bara til að kanna stöðuna hverju framtíðarhorfurnar eru. Þannig að það eitthvað sem við bara þurfum í mínum huga að bæta verulega. Maður nú ekki búin að tala mjög lengi við bæjarfulltrúa eða fulltrúa atvinnulífsins þegar að skortur á rafmagni ber á góma. Þetta eitt af þessum stóru málum. Þetta auðvitað risastórt mál og það náttúrulega alveg fáránleg staða sem við erum í dag. Að Eyjafjörður skuli vera bara haldið í svona gíslingu. Við erum bara í gíslingu og það loksins... Gíslingu hverða? Já, kerfisins. Það eitthvað sem veldur því að það hefur gengið svo illa sem raun ber vitni að byggja hér flutningskerfi inn á svæði þannig að við höfum hér orku til þess að byggja frekari iðnað eða frekari starfsemi sem kallar eftir aukin orku. Og við erum alltaf staðfólkar að því að geta boðið hér upp á endurnýjanlega orku og náttúruvænu orku á Íslandi en við stöndum hér þannig að við höfum bara varla nægjanlega orku til þess. Og það sem aðal vandamáli þarna náttúrulega flutningskerfið. Og við erum að tapa einhverju 60 til 70 gigabætum bara í kerfinu í dag á landinu. Þetta hlýtur bara, og menn eru svo sem búin að átta sig á því, að þetta bara gengur ekki upp. En veistu til þess að fyrirtæki hafi ætlað sér að stækka eða jafnvel koma til bæjarins með starfsemi, að þau hafi bara hætt við? Já, ég veit ekki betur en að það var nú staðið til á sínu tíma að Bekkórmál til dæmis yrði stærra. Það verður aldrei á meðan að staðan eins og hún og ég veit að þar hafa menn bara verið í töluverðu vandræðum vegna sveiflu á spennu hvað varðar reksturinn hjá sér. Og það hluti af þessu. Þegar þú búin að spenna kerfi flutningsgetuna, þú ert að nýta hana þetta mikið, þá svo mikil hætt á spennufullum sem geta bara valdið stórkostlegum skemmdum á tækjabúnaði, hvort heldur sem okkar eða fyrirtækjana. En það nú svona að ég rætast úr þessu á næstu árum minnst ákostið samkvæmt áætlunum, en tíminn svolítið lengi að líða. Já, það gert ráð fyrir því að 2021 verði Hólasandslína komin í gagni. Þá förum við að fá orku hérna frá Þeistareykjum og Kröflu, stærri línum. Hins vegar það ekki nægjanlegt. Við þurfum í raun að vera að fá sambærilega orku úr vestri líka, til dæmis frá Blöndu. Og það svo sem farið að undirbúa þá línugerð, en það var farið af stað á sínu tíma með undirbúningalínunni þar, fór allt í hnút og stoppaði allt saman. Sennilega vegna þess að menn fóru kannski ekki alveg rétt í kynningamáli. En menn að vinna þetta öðruvísi í dag, sem betur fyrir. Aðeins aftur að samkeppnishæfni bæjarins á atvinnumarkaði, skattlagning, þið hafið talað fyrir því að lækka álögur á fasteignum, fasteignagjöldin. Já, við hefum talað fyrir því og lagt það til að álögur á fasteignum verði lækkaðar vegna þess að fasteignamatið að hækka mjög mikið á Akureyri. Það að hækka einhver sennilega 15–17% á milli ára og það óeðlilegt að við bregðumst ekki einhverja leyti við því. Gjöldin voru lækkuð úr 0,37% niður 0,35% í fyrra og við vorum að leggja það til núna að þetta yrði lækkað niður 0,32%. Við erum náttúrulega átt okkur að því að
að þessi prósenttala mun lægri til dæmis fyrir sunnan en það líka fasteigna matið hærra. En ég tel og við höfum lagt það til í minni hlutanum og ég held að meiri hluti sjálfur með á því og við erum bara að skoða það hvort þessi geta bregðast við þessu. En það sem sagt þannig að fasteignagjöldin þau hækka vegna þess að fasteignamatið hækkar en þó að álagningin verði lækkuð sem sagt 0,1-2-3% að þá í raun og veru kannski lækkar ekki endilega sem sagt upphæðin sem að er lögð á hverja fasteign. Nei. Hún verður hærri. Útsvarstekjur sveitarfélaga hafa aukist hlutfallslega talsvert á þessu ári miðað við síðasta. Er það þannig þá í góðærinu að bæjarapparatið það þenst út? Þetta hangir aldrei saman við getum kannski sagt að það alltaf svona, það tilhneiging til þess að bæta við verkefnum og bæta við þjónustu þegar að tekjur aukast. Þannig þetta búið að vera gegnum tíðina. Ég skoðaði þetta einhvern fyrir löngu síðan og maður sá það að til dæmis árið 2007, 6 og 7, þá verður gríðarlega hækkun á útsvarstekjum. Og árið eftir sjáum við alltaf hækkun í þjónustu á móti. Og þetta tendensin, tilhneigingin í kerfinu. En við verðum líka aðeins átt okkur á því að launakjör starfsmanna hækka þá öllum líkindi líka ef að laun að hækka á almennum markaði. Og það nú verið þannig hérna á Akureyri að það sem að við getum kannski og ættum kannski aðeins að velta fyrir okkur í þessu sambandi, það að við séum ekki að fjölga stöðugildum stöðugt. Við hljótum að geta velt í hans fyrir okkur með 1500 stöðugildi í heildina í pakkanum. Hvort það sé ekki möguleiki að vinna þá einhver önnur verk á annan hátt eða bara hreinlega að skoða hvort að megi þá ekki bara hægt að gera eitthvað og fara að gera eitthvað nýtt ef við ætlum að fara að gera eitthvað nýtt. Því að það gengur náttúrulega ekki til lengdar að kerfið þenjist bara og þenjist út. Það bara ekki séns. Það þannig núna? Það búið að vera því í gegnum árin. Þú hefur gagnrýnt bæjaryfirvöld talsvert fyrir að fara fram úr fjárhagsáætlunum sem að gerðar eru frektin listasafnið Sundlaugin á Akureyri. Tökum listasafnið, ertu á móti listum? Nei, ég alls ekki á móti listum. Ég hefði getað séð fyrir mér að við hefum kannski farið aðeins sparlegar í uppbyggingu listasafnsins. Það ljóst að það stóð alltaf til að byggja upp. Við vorum með á stefnuskránni 2014 að klára listasafnið. Þá var okkur bent á það þegar við spurðum að þarna værum við að tala miklu lægri upphæðir. Og við studdum það að listasafnið yrði klárað og það yrði unnið með það og yrði gert myndarlega. En við vorum algjörlega á móti því að vera að tengja Ketilhúsi með einhverjum hætti inn í þetta. Og ég hefði alveg getað séð fyrir mér að hluti af þeirri rekstrarhækkun sem varð vegna þessa, þetta eru einhverjar 80 og eitthvað milljónir sem að leigan á listasafninu á hverju ári núna næsta áratíðina. Við skulum bara gefa okkur það að þetta hefði hækkað úr þessum 30 milljónum upp í 45-50. Þá hefðum við haft þarna 30 milljónir sem við getum lagt þess vegna í meira listalíf. Ég ekki á móti listum, en mér fannst þetta ekki gáfuleg fjárfesting. Þannig að það kostar að reka fasteignir. Þú veltir því fyrir þér hvort að það hefði verið skynsamlegra að þeir fjármunir eða hluti þeirra minnstakosti færi þá bara beint til starfandi listamanna. Já, það bara mitt mat. Og þetta alveg eins og við skoðum íþróttauppbygginguna og sjálfur sér alla aðra uppbyggingu. Við erum kannski að byggja dálítið dýr mannvirki, óþarflega dýr. Kannski ættum við aðeins að vera að velta því fyrir okkur hvort það sé ekki að gera þetta með svona aðeins ódýrari hætti, þannig að við getum lagt þá meira inn í starfi sjálft. Þar sem að þar sem við erum að sinna börnum og úlingum og við erum að gera rosalega vel á margan hátt í þessu í dag. Þú nefndir einmitt byggingu leikskóla sem á að fara í og veltir því fyrir þér á bæjarstjórnarfundi daginn hvort að það væri ekki verið að byggja óþarflega dýrt að mætti gera þetta með hagkvæmari hætti eða ódýrari. Ég alveg sannfærður það að það er hægt. Þetta spurning efnisval og útlit og þarfandi gutum.
Mér finnst að við megum kannski aðeins fara að velta því meira fyrir okkur hvernig við getum hannað byggingar sem geta aðlaga sér starfinu á hverjum tíma. Það að segja sem auðvelt að breyta og aðlaga starfinu. Einhver tíman vorum við, ég og gamall félagi minn skólamaður líka að ræða saman og vorum á því að við ætlum bara að byggja svona stálgrinda kassa og hafa bara nógu einfaldan með veggjum sem væri einfalt að færa bara til og breyta semst bara húsnæðinu miðað við það hvernig við vildum vera að vinna inn í stofnuninni á hverjum tíma. Akureyri mikill skólabær, skólabærin Akureyri nú oft talað stendur Akureyri undir því nafni að vera skólabærin Akureyri? Þú þekkir vel til í þessum málaflokki. Ég held að Akureyrarbær standi algjörlega undir því að nafni að vera skólabær. Náttúrulega, það ekki mörg sveitafélag þessari stærð sem hafa háskóla, 2 framhaldsskóla, grunnskóla og leikskóla í þeim mæli sem við höfum. Og margan hátt erum við að gera mjög vel í þessum stofnunum ef við getum alltaf gert betur. En aðstaðan á margan hátt bara mjög góð. Og ég man eftir því að við fengum heimsótt frá Norðurlöndum og vorum að fara á milli stofnana og meðal annars upp í verkmenntaskóla og þar áttu menn bara ekki til orði við það hversu vel skóli var búinn sem verkmenntaskóli bara sem dæmi. En skólar draga einmitt fólk til sín? Algjörlega og það eru gríðarlega mörg störf sem að liggja inn í skólakerfinu og við getum bara velti fyrir okkur í dag hvar væri Akureyri ef háskólans nýti ekki við. Það bara, ég held að bara, það bara getur enginn ímynda sér það. Og það var náttúrulega mikil breyting, það hefur lengi verið talað það að Akureyri sé láglaunasvæði. Ég get ekki séð það á tekjum, útsvarstekjunum og meðaltekjunum per íbúa inn til sveitasjóðs að svo sé lengur. 2018 svona rétt að verða búið, mun Akureyringum fjölga meira en 100 á næsta ári? Árinu 2019 þá? Já. Það fer eftir því hvernig við höldum á spilunum. Það alveg klárt mál eins og kom fram á síðasta bæjarstjórnarfundi sem ég reyndar satt ekki en var flott umræða sem Berglind hóf þar. Það var að við þurfum að markaðssetja bæinn, við þurfum að kynna bæinn með öðru sniði heldur en gerðist fyrir 2 árum og við þurfum að vinna okkur upp úr þessari lægð. Og við þurfum að koma fólki til skilningu það að hér gott að búa, hér eru tækifæri, hér sinnuðu börnunum vel, hér gríðarlega öflugt félagsstarf og það má segja eins og margir hafa sagt, það öll lífsins gæði hérna. Spurningin bara hvernig við horfum á þau og hvernig við nýtum þau. Gunnar Gíslason, oddviti Sjálfstæðisflokksins á Akureyri, þakka þér fyrir. Takk sömuleiðis.